Já, Rannveig, nú nýtt hlaup að hefjast, North Ultra 56 km hérna fyrir norðan. Þú ert að sjálfsögðu mætt. Já. Þú varst í Laugaveginum og Súlum, Já. svipuðum vegalengdum. Þú ert ekkert eftir það, búin að jafna þig og hvernig ætlarðu að taka þetta hlaup? Svona, já, ég er búin að ég er kannski svona frá Laugaveginum er ég kannski búin að vera að keppa og hvíla svona sitt og hvað. Þannig að en ég er, ágætlega úthvíld í dag og svona sé fyrir mér að hlaupa þetta hlaup og láta það vera kannski síðasta keppnislaupið þetta sumarið. Já, þetta er svolítið spennandi braut, alveg nýtt upp á fjall og niður í gegnum bæ. Þetta er svolítið svona UTMB-legt sko, að fara í gegnum. Hvernig líst þér á það? Fara svona upp á fjallið og svo inn á malbyggið aðeins og götu og inn í bæinn og upp aftur? Mér svona, þessi fjölbreytni er bara mjög, mjög skemmtileg. Já. Svona brýtur þetta upp líka, sitt á hvaða brölta og svo koma þá svona hraðari kaflar inn á milli. Já. Hefurðu hlaupið eitthvað sem leið áður? Já, bara flötukaflana. Ég þekki ég þekki kaflan sem sagt í gegnum Ólafsfjörðinn og einmitt niður í síðasta hlutan inn í Siglufjörð, en annað er svona eiginlega óvissu ferð. Ég veit að einhvern tímann fyrir löngu síðan labbað frá Ólafsfjörði yfir í Siglufjörð, en það er svona eiginlega gleymt. Já, en þið hérna norðan hlauparar svona almennt, þetta er kannski ekki leið sem að þið hafið verið að hlaupa eða pröfa? Ekki allavega Akureyringarnir. Þið er meira svona í súlunum og þar í kring? Já, við erum bara með svo mikið af fjöllum maður kemst ekki yfir á brott af þessu. Já. Hvernig ætlarðu að nálgast hlaupið í dag? Svona ætlarðu að taka þetta af krafti og reyna að taka bara sigurinn? Eða svona bara eins og segið, þú ert náttúrulega búin að vera í mikið af hlaupum í sumar? Já, þetta er eiginlega bara, maður leggur á stað og svo bara svona sér maður hvernig þetta spila sig. Og svona, þannig maður, og svo er þetta alltaf pínu erfiðara líka þegar maður er að fara að leið sem maður þekkir ekki og kannski þegar maður svona aðeins veit maður kannski ekki eins vel svona hvað maður má taka mikið úr sér á hverjum hluta. En ég held reyndar að þetta komið svolítið að sjálfu sér því að ég held að sé að ýmist er þetta það mikið brölt að maður þarf að fara bara svona frekar rólega og svo koma náttúrulega flattari kaflar inn á milli þar sem maður getur svona svolítið krúsað. Já. Heyrðu, frábært, takk fyrir þetta. Já, takk.